En fyrst það ýmis tíðindi vikunar, þeir eru sestir hjá okkur, þeir Andri Snær Magnason og Valgeir Skagfjörð, velkonir. Takk fyrir. Kannski þú, Andri Snær, þú ert einn af þeim sem að undirbúa þessa tónleika á morgun. Já. Þetta aldrei kaldhæðnastlegt, á sama tíma verið að framlengja viljayfirlýsingu álver á Bakka og það verið að tala virkjanir í Þjórsá og svo framvegis. Ekkert hlustað á okkur? Það greinilega þörf fyrir þessu tónleika. Meira en okkur sinni hugsanlega. Já. Nei, það mjög sérkennlegt í rauninni að fylgjast með þessari umræðu, bæði gegnum fjölmiðla og stjórnmálumenn. Að nú meira þess að, og náttúrulega eftir eins og bókin mér kom út, ég er búinn að fara allt land, bæði halda fyrirlestra og svo leiðis og kynnast mjög mörgum. Svo kom þessi skoðanakönnun daginn til dæmis í þessari viku að meiri hluti landsmanna á móti þessu. 2/3 hluti kvenna telja þetta ekki verið eðlilegt. Og ég held að fólk trúi ekki lengur að þetta sé raunverulega lausn. Þegar stjórnmálamaður segir bæta í þetta, þá hefur hann eitthvað sýn. Þetta er ekkert mikið þó að bætir við einu svona verksmiðju. Það eru 300 manns, það er 2 rútur á hverja vakt. Það er ekki eitthvað sem leysir þjóðarvanda. Fólk veit það bara. Það er svona, fannst mér gaman núna að meiri hluti landsbyggðarinnar stærri hluti á landsbyggðina á móti heldur en með. Þessi hefur alltaf verið stilt upp sem heimsku listamennir í 101 sem að veit ekki hvað lífið snýst. Er það ekki barnalögur? Nefnir þið ekki þannig? Valgeir, þú ert nú listamaður, en veit ekki hvort þú ert heimskur, en þú býr ekki í 101? Ég býr ekki í 101, nei. Ég býr í Kópavogi, en við erum umhverfisvæn í Kópavogi líka. Já. Og hvernig lítur þú þetta? Mér finnst þetta alltaf sérkennilegt, mér finnst þetta alltaf skemmtilegt að fylgjast með þessum heila þótti. Mér finnst þetta, ég upplifi þetta svolítið eins og heila þótt, að það verið að tella okkur trúum að þetta sé svo nauðsynlegt, þetta skiptir svo miklu máli. Súluritt í blöðum, þetta er svona stórt og mikið og á að redda öllu svona patentlausn. Þetta er svona tilhengja á Íslendingum að finna alltaf patentlausnir við öllu, sko. Og mér svona, já, ég veit ekki, mér líst ekki vel á þetta. Það sem verið að hala ótta svolítið. Já, svolítið og það er náttúrulega öll athygli nú er öll athyglin á pingjunni, sko, nú er eldsneyti dýrt og maturinn er dýr og það er allir að hugsa þetta, þannig að þetta er svona meira eitthvað meir í fjarlægð, sko. Þetta er líka sálfræði að bankamennin eru að telja sjálfum sér trúum að það sé svo mikið að fara að gerast. Þannig að þeim finnst krónan vera verðmætari, þannig að hún styrkist við væntingarnar. Þannig að þeir eru svona að vænta sig upp. Og það sem er merkilegt í þessu líka er að ég hef verið að fá símtöl frá fólki innan álfyrirtækjanna sem að hrista hausinn yfir sig líka vegna þess að eins og svona verksmiður hönnuð þá þarf hann að vera ákveðin stærð, þannig þarf að vera 350.000 tonn. En það verður að planta svona vísi að verksmiðum fyrir norðan og fyrir sunnan sem vita að er hönnuð til að vera stærri og vill vera stærri og þarf að vera stærri. Þess vegna er svo óheiðarlegt að birta aldrei heildarmyndina, eins og Húsavík. Það er einhver örvænting á Húsavík. Ég meina þeir eru með orku þarna fyrir ofan sig sem svo 2-föld orku þau eru Reykjavíkur á aðfangadag. Auðvitað ef að heimskreppan er í olíu og allt þetta, auðvitað er þetta ekki fyrsta fólki til að drepast í heiminum, skilur. Auðvitað er þetta fólk með pálmann í höndunum og fara að stafla öll í eitt álver núna af því mann haldi þessi að deyja, það er bara ótrúlegt. Kannski að fara áður höldu lengra. Einn annar listamaður, íslensk-danskur, Ólafur Elíasson, hann var nú að sýna stórbrotaverk í Austurá við Manhattan. Þið sjáu hérna þessa fossa. Maður velti fyrir sér Skógafoss. Já, þetta er Skógafoss. Þetta vekur heimsathygli. Andri, heldur þú að íslensku fossarnir ættu að fá meiri athygli þar að segja þessir alvöru? Já, það er fólk kemur nú að skoða það líka, sko. Þetta kannski enda með því að fossarnir okkar verða svona? Já, það þyrfti Skógafoss til að búa til svona. Já, hvað allir þurfa þess mikla orku til þess að búa til þessar fossa? Já, mikið og fellir. Við erum með að fría hér. Svona þetta er yndislegt. Já. En þurfið þið samt ekki að koma með einhverja aðra lausnir? Ég meina, getið þið alltaf sagt bara hérna, það þarf auðvitað atvinnu, eða ekki? Jú, það er atvinnu. Það er bara hugmyndaauðgi, það er alltaf fullt til. Og fólk lætur sér þetta ýmislegt í hug.
En sumir eru einhvern veginn háðir því að vera svona svolítið svo endurnar á tjörninu, sko. Háðir því einhver komi og hendir til þeirra brauðmólu, menn láta sér ekki detta neitt í hug sjálfur, sko. Svo dettur einhver með eitthvað snjallræði í hug, eins og þau fyrir vestan með sjóstöngin og allt þetta. Svo allt í einu snýst þetta orðið með einhvern kvóta, sko. Þetta að kaupa kvóta til þess að mega fara með túristana út til þess að veiða nokkra þorska á stöng og þetta er svo mikið vesen, svona einföld fín svona hugmynd sem Þetta er bara spurning um jafnvægi. Og það er algjört ójafnvægi í gangi núna. Við framleiðum nú þegar 10 sinnum meiri orku heldur en almenningur notar. Við erum alveg stórveldi á mann og það er mjög sérkennilegt að við skulum ekki vera, að það skuli samt vera að koma kreppa þrátt við séum orðin á mann, sko, langmestu álfræðinlegandur heimi. Og það er eitthvað líka að við þessa spurningu hvað að gera í staðinn. Eins og ef ég hefði verið í viðtali hérna fyrir 20 árum síðan og einhver hefði spurt hvað að gera í staðinn og ég hefði sagt okkur framleiðu ekki gervilimi fyrir þarna einfætlinga. Okkur stefnum ekki að því að árið 2008 þá komum við fótalausu manni á Ólympíuleikarnir í spretthlaupi. Ég er bara verið bilað, bara keðveikur. Lokaðan að manni. Lokaðan að manni. Og ég vil bara sjá þarna, ég veit ekki, sko það er ekki alltaf hægt að útreikna þetta og svara þessu. Og það sem er brýnast núna fyrir okkur til að skapa útflutningstekjur er að flytja út reynsrófreipa. Við getum náð okkur svona 5 milljarða í útflutningstekjur bara með því að senda það okkur og aðeins að trappa okkur niður. Það er brýnasta lausnin til að styrkja krónuna eða koma reynsrófreipum bara aftur. Ágætt hugmynd, en þetta krepputali, er þið orðnir þreyttir á þessu? Nei, þetta minnir mig á gamla góða Íslandi, þess að þetta var í gamla dag þegar ég var aðast upp, sko, það var bara, þá voru gerðir kjarasamningar, svo kom gengisfelling og svo hakkaði matvaran, svo hakkaði bensinnið, sígarettum, svona brennivinnið og allt var étið upp og þetta er bara einhvern veginn svona, já, núna þegar maður kannast við sig á gamla góða Íslandi, sko. Það er algjörlega líða vel. Það máttur ekkert vera að gera grín að atvinnuleysi og þú veist, þetta er náttúrulega alvarlegt. Fólk er í alvörunni að missa vinnuna og fólk er í alvörunni að missa fyrirtæki sín og lánin er í alveg að fara til helvítis og allt svona. En það er svo ódýrt að hafa einhverja lausn, sko. Að varpa ekki það bara ábyrgðin okkur að segja að þið verðið þarf að gera eitthvað að viti, sko. Ég var nú aldrei þessu vant sammála Hannesi Hólmsteini í greinarstúf sem hann skrifaði í blaðið í dag. Hann var að tala um að lausnin væri bara að lækka skattana. Ég er alveg á því að það er bara fínt að lækka skatta á almenning, sérstaklega. Almenning og fyrirtæki. Aðeins kannski að því að búið vera svolítið svona fyrir gott veður hérna. Það virðist einhvern veginn svona kæta okkur og verðum við öðruvísi þjóð þegar það er svona gott veður? Ég veit ekki hver þarf að fara til útlanda þegar það er svona hérna á Íslandi. Mér finnst bara fínt að hafa þetta svona sólarhringinn og þetta er bara æðislegt. Það er alveg gott fyrir tónleikana. Frábært. Tarum ekki um það. Hvað reiknum við mörgum? Já, þið verður að spyrja ykkur sjálf. 30.000. Ef eitthvað langar öllum að koma, þá koma 100.000 manns. En ég held að þetta verði ansi flott. Það er líka allir í toppi núna, sko. Sigur Rós er að klára nýju plötuna sína. Fá glimrandi dóma og fá frábæra dóma og eru búin að ná prógraminum upp og Björk er að klára heimstúr sem er búin að vera mikið success, þannig að þetta verður alveg Woodstock, sko, svo fara allir allsberrir út í prófi. Já, er það ekki bara skilið þig? Þeir fóru þá leið. Allir út. Þá verður það aldrei spannaleg. Þá getum við alveg og skemmtileg, hoppaði bolla. Hérna, fótboltið, stelpunnar okkar stóðu sér vel í... Bara frábært. Já, ég fór á völlin í gær með stelpunum mínar. Ég á 3 stelpur í fótbolta og búin að ala, sko, hvert sumar og fættur öðru á hliðalínunni bara. Það er bara. Ég er sérlegur aðdáandi kvennaknattspyrnu og þetta var bara frábær leikur. Spiluðu bara skemmtilega bolta og bustuðu stelpunnar og bara... Þetta setur eiginlega, sko, ég var eitthvað að reyna að búa til einhverja kenningu daginn að íslenska kynið væri eitthvað vonlaust, sko. Að þetta er alltaf þessar kallalausnir í atvinnumálum. Og svo kemur ljós að 2/3 kvenna eru á móti þessu. Og ef konurnar vilja þetta ekki, þá er þetta búið. Maður getur alveg búið til olíuhreinsunarstöð fyrir vestan og haft 500 manns í tippasleg þar. En það verður ekkert samfélag út úr því. Konurnar þurfa, þetta er alltaf forsendum karlmannsins sem ætlar að koma í 4 börn. Og hvað við áttum fyrsta kvenforsetann, svo yfir Björk.
fallegustu konurnar, það hefur aldrei verið að tala okkur sem fallega. Nei, þetta er á að drepa maður. Svo koma þeir og eru að ná inn í EM í knattspyrnu. Við erum í karlafótboltanum, við erum í svona 108. sæti á heimslistanum. Þá eru þær að magna síðasta þjóðarstoltið. Þetta gott. Þetta endurinn. Karlmenn eru ömulegir. En hvor eru skorir, Spánverjar eða Þjóðverjar? Ég vona að Spánverjar taki Þjóðverjar, en þeir eru líklega þessi Þjóðverjar til að taka þetta eins og vanlega. Já, það var jafntefli. Ekki búið bara, ok. Takk fyrir komuna. En umhverfismál, kreppa og fótbolti meðal þess sem þau Elísabet Jökulsdóttir og Árni Jónsson eru komin hingað til að ræða og þau eru sest hjá Brynju. Velkomin. Við byrjum á náttúruverndarmálunum vegna þess að á morgun verða haldnir miklu tónleikar til stuðnings náttúru Íslands og það meðal annars verið að benda á það að það séu til fleiri leiðir til atvinnusköpunar en orkufrek stóriðja. Og við byrjum á þér, Árni, að þú kallar þarna Björk Guðmundsdóttur barnalega í Morgunblaðsgrein fyrir að vera á móti frekari virkjunum á Íslandi. Já, maður verður að gera barnalegt. Maður verður að gera þetta forsendum, sko. Við búum í þessu landi af því við höfum notið gæða landsins og nú herðir að og hefur gert tíma og við þurfum að rýma við möguleika landsins og okkur sjálf. Þó við elskum landið, við verðum líka að elska fólkið okkar og það var það í fyrirrúmi. Og mér fannst bara málið sett fram þannig að það væri valkost, bara klára valkost, en það eru margar hliðar á málinu. Og við þurfum að styrkja atvinnulandinu, það er mikið atvinnuleysi, yfirvofandi, skerðing í sjávarútvegi og álframleiðslan er okkur mjög verðmæt þessar mundir. Og það menn ruglar svolítið saman álverum og virkjunum, því að virkjanir eru bara innleik okkar inn í framtíðina, banka-innleik okkar inn í framtíðina. Álver koma að fara eins og fólk. Og þetta þurfum við að horfast við og til dæmis bara helmingurinn af gríðarlegri skerðingu vegna þorskkvótaskerðingar á fjármagni, að bara álverið í Reyðarfirði dekkar helmingina því tapi og við okkur vantar vinnu fyrir atvinnulaust fólk. Þú nefndir Björk sagði að í grein í Morgunblaðinu að hún vissi ekkert hagi atvinnulausra á landsbyggðinni. Ég er bara ekki athygli á þeim sjónarmiðum. Við þurfum að byggja upp landið það eru 14 manns atvinnulausar á Vestfjörðum. Það er 1% atvinnulaus á Vestfjörðum. Ég hringdi til Húsavíkur í dag, það er ekkert atvinnuleysi þar. Aðal atvinnuleysi núna er á höfuðborgarsvæðinu. Það er ekki á landsbyggðinni. Og þessi ræða sem þú varst að halda núna, hún hefði alveg verið haldin árið 2002 þegar að stjórnmálamenn vildu endilega reisa Kárahnjúkavirkjun sem að svo varð. Þetta er bara nákvæmlega sama ræða, það þarf að bjarga þjóðinni og bjarga landinu og það er eins og Andri Snær hefur sagt ef að þessi þjóð er alltaf að farast og það þarf alltaf að vera bjargani og þurfum við þá alltaf að vera að reisa álbræðslur og virkjanir á 4 ára fresti, þá er bara eitthvað mikið annað að sem að ég held að við verðum að skoða. Heldur en að hlaupa til og Þetta er nettur útúrsnúningur, við lifum hvorki á loftinu ljóðum. Það er enginn að segja það er enginn að segja að við lifum á loftinu og við vitum það í dag að nú skapar árframleiðslan. Ég er ekki talsmaður álvera. Síður en svo, ég er mikill náttúruverndarsinni. En við erum að horfast í augu við staðreyndirnar. Rugla ekki saman ævintýrinu og veruleikanum. Raunveruleikanum. Já, hver er veruleikinn? Veruleikinn er svo að við verðum að byggja upp. Núna eru álverðin að skila meira fjármagni inn í samfélagi heldur en þorskurinn. Nei, ég hringdi á Hagstofuna í dag. Já, ég talaði við Hagstofuna í dag. Þú voru bara verið taktið við möguleikann í landinu. Talað við fólkið í landinu. Það er 120, ekki grípa fram í fyrir mig. Halló, ég er að tala. Leifum Elísabet að klára. Akkur hefur þú húsíkingar séð að óska eftir álver á Bakka? Elísabet. Það eru 120 milljarðar sem að fást með fiskútflutningi og 80 milljarðar með álútflutningi. Þetta eru nýjustu tölur frá Hagstofunni. Já, en hvaða aðri kostir en stóriðja eru þá í spilunum að þínum mati? Hvað annað? Menn hljóta að kalla eftir hugmyndum það ef það er verið að gagnrýna virkjunum. Ég bjó í þau landi áður en kom stóriðja og mér er alltaf bara líka mjög vel að búa hérna. Og síðustu 12 til 16 ár þá hefur verið bara opaslega spilling og meðal annars spilling að taka bara landið á ólýðræðislegan hátt og selja það og selja það meira sér ódýrt til erlendra stórafyrirtækja
og nú til dæmis Alcoa að bera víurnar í álver nr. 2 sem er einu sinni ekki sniðugt út frá samkeppnissjónarmiði. Þannig að hvað annað sko, það náttúrulega, það finnst mér bara að fólk verði að finna út úr sjálft og það eins og var verið að tala hérna frammi áðan með sjóstangaveiði á Vestfjörðum þegar Vestfjörðingar eru í sinni örvinglan að finna upp á einhverju og finna upp á sjóstangaveiði og þá allt í einu bara komin ábærslega reglugerð þar og kvóti fyrir fiskinu sem þú átt að fá á þessa sjóstöng í staðin fyrir að meðan að svona nýsköpun í gangi að hlúa að henni og veitinni undanþágur og styrkjana með öllum. Og svo verður líka að hugsa, þú veist, hvað getum við gert annað? Ég var að Ólafur Elíasson var að búa til fossa í New York og borgarstjórinn segir 55 milljónir dollara, 4 milljarðar segir hann, muni fást í tekjur af þessum fossum, af þessum listaverkum. Skilur bara því að fólk að koma og sjá listaverk. Og ég fór að segja, getur við ekki bara gert svona, beðið Ólaf Elíasson bara, setja bara fossa svona í hverja höfn. Nei, í alvöru, þú veist, það er bara... Erum við að fljóta að horfa beint á stóriðina? Nei, því miður. Við erum að þróa okkur áfram áratugum saman og við höfum auðlindir landsins til að spila úr. Ein af þeim auðlindum eru aflið í fossum landsins og gufan í iðrum jarðar og við erum að þróa okkur áfram í því og sem betur fyrir hafa náttúruverndarsamtök haft mikil áhrif á undanfarnum árum. Því að þeir sem voru harðastir í að virkja og smíða og vaða í landið, þeirra voru að lúta í lægra haldi. Það er líka stundum verið bent á það að ímynd landsins geti... Já, alveg rétt. Og nú eru sem betur fyrir vanda menn sig miklu meira og leggja miklu meira af mörkum Já, þeir vanda sig svo mikið, að þeir fara með 9 skóflur. Ég ekki orðið núna? Jú, smástund. Nú treystir enginn til að mynda landsvirkjun einum og sér til þess að ákveða hvað eigi að vera virkjun og hvernig það gera það. Það kemur bara margt til og það eru sveitarfélögin í landinu sem hafa yfir stýringu á þessu að vel sé að verki staðið og vanda til þess og við getum ekki lifað í landinu með þeim kröfum sem við erum með. Mestu kröfur í heimi, í heilbrigðiskerfi, menntakerfi, öllum þáttunum. Og við þurfum bara að virkja okkar möguleika og hafa fjármagn til þess að lifa af. Maður fæst svona eins og tilfinningunum það ákveð orðfæri sem notað fólk sem býr í miðbæ Reykjavíkur, latti, drekkandi, 101 rottur, að þær megi ekki tjá sig umhverfismál vegna þess að þær skilji ekki hvað lífið í landinu snýst, að þeir hafi ekki mikið í saltan sjó. Þetta einhvern svona stereotýpa sem hefur myndast. Getur þetta ekki verið svolítið fordómar líka gagnvart því sem að... Jú, uglust. Það var fagna allri umræðum náttúruvernd og meðferð á auðlindum landsins. Allri. Og til að mynda tónleikarnir sem eru að koma núna hérna morgun með Björk og Sigurrós. Þetta er stórkostlegt tækifæri og fallegt. En ég hef bara bent á það má ekki gera það einhverjum röngum forsendum. Þetta verður að vera jákvætt og skiljanlegt. Já, ég náttúrulega hef haft afskipti af því að berjast fyrir öræfum Íslands núna í nokkur ár og það er fullt af fólki út á landi og sem að hefur mjög sterkar tilfinningar því það er nú eitt af því sem var bannað og eitt af því sem einmitt Ólafur Elíasson er að tala um. Það eru tilfinningarna sem að skipta máli þau upp í staðið að og ég var síðast út á landum daginn og þar gisti ég hjá konu og hún var að býsnast yfir þessum álverum og Samanskap er þetta ekki þannig að þeir sem eru út á landi séu endilega þeir fylgjandi stóriðinni. Nei, ég held að sé bara einhvern veginn ekki rétt að skipta þessu svona fólki út á... Ég er fólki út á landi, skilurðu. Og það er Reykjavík til dæmis hefur þanist út síðustu ár og það er vegna þess að fólk út á landi hefur flutt hingað og býr hérna í Reykjavík. Þannig að en svo maður myndi að velta því fyrir sér síðasta ríkisstjórn, hún fjall út af stóriðjumálum og út af Íraksstríðinu. Hún fjall út af þessu tvennu. Og núna, síðustu 10 daga að þá er búið að koma hérna olíuhreinsunarstöð, það er búið að undirrita viljayfirlýsingu fyrir luktum dýrum, það er búið að samþykkja virkjanir í Þjórsá og svo framvegis, þannig að... Mín kæra Elisabeth, þú ert ekki fólki út á landi. Þú getur ekkert stimplaði það. Þú ert fólkið, þú ert einn af Íslendingum
Þú segir mér náttúrulega ekkert hver ég er. Já, sko, maður segir ekkert svona. Maður tekur ekkert svona fyrir hendurnar á fólki þegar fólk í byggðum landsins, til að mynda í Þingeyjarsýslu, til að mynda á Austurlandi, kemur saman, hundruðum saman og óskar og krefst þess að það sé unnið úr þeirri orku sem getur skapað atvinnu, skapað lífsviðurværi. Hvernig hefur málið ekki snúist við Austurlandi? Ég vildi ekki að það væri eitthvað annað en álver. Það berast nú tvennar sögur af Austurlandi reyndar. Já, í hvað tengdur þú?